Það ætlaði að bera undir fundi hvort við megum taka hérna þessar 3 næstu liði saman og greiða svo atkvæði þá hvern fyrir sig. Þeir sem geta samþykkt, þetta snýr alltaf Hólasandslínu, þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það eru 11 og þá eru næstu 3 liðir. Það er sem sagt Hólasandslína 3, aðalskipulagsbreyting vegna tilfærslu, svo breytinga skipulagi við Akureyrarflugvöll og Breiðholt umsókn breytt skipulag vegna Hólasandslínu 3 og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fínt að ná þessu hérna í einni ferð. En það er 4. liður sem er Hólasandslína 3, aðalskipulagsbreyting vegna tilfærslu. Þetta erindi var lagt fyrir skipulagsráð 30. október síðastliðinn, en lögð var fram tillaga breytingu á aðalskipulagi í samræmi við bókun skipulagsráðs frá 25. september 2019 sem felur í sér breytingu á legu Hólasandslínu 3 á 2 stöðum. Annars vegar á svæði sunnan flugvallar og hins vegar á svæði meðfram reiðvegi norðan frístundasvæðis við Kjarnalund. Gert er ráð fyrir að Hólasandslína 3 færist lítillega til norðurs á 300 til 400 metra kafla við suðurenda flugbrautar Akureyrarflugvallar. Þverun vestustu kvíslar Eyjafjarðarár færist einnig lítillega til norðurs vegna þessa. Ástæða breytingarinnar er sú að ný strenglega þykir hentugri með tilliti til framkvæmda við útlögn strengsins undir Eyjafjarðará. Þá er gert ráð fyrir að Hólasandslína 3 færist lítillega til norðurs á 500 til 600 metra kafla norðan Kjarnaskógar. Ástæða breytingarinnar er sú að fornleifarannsókn í nálægð við fyrirhugaða strenglögn leiddi til þess að æskilegra þykir að færa staðsetningu strengsins til að komast hjá raski á fornminjum. Meðfylgjandi eru umsagnir í Savia, Minjastofnunar og Umhverfisstofnunar. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga að breytingu á aðalskipulagi verði samþykkt. Að mati ráðsins er breytingin óveruleg samanber 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Þar sem hún hefur hvorki verulega breytingar á landnotkun í för með sér, né sé líklega til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða áhrif á stór svæði. Síðan er það 5. liður Akureyrarflugvöllur, breyting á deiluskipulagi. Þetta var annar liður í fundargerð skipulagsráðs, dagsett 30. október 2019. Erindi þar sem Gísli Kristinsson fyrir hönd Landsnets HF sækir breyting á deiluskipulagi fyrir Akureyrarflugvöll vegna Hólasandslínu 3. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Síðan er það Breiðholt, umsókn breytt deiluskipulag vegna Hólasandslínu 3. Þetta var 3. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 30. október síðastliðnum. Árni Ólafsson leggur inn tillögu fyrir hönd Landsnets HF að breyttu deiluskipulagi í hesthúsahverfi Breiðholts vegna Hólasandslínu 3. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu og orðið er laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þá byrjum við upp í sitt hvoru lagi. Það er 4. liður Hólasandslína 3, aðalskipulagsbreyting vegna tilfærslu. Þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Það eru 11. 5. liður á dagskrá Akureyrarflugvöllur, breyting á deiluskipulagi. Þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs. Það eru 11. Og svo 6. liður Breiðholt umsókn breytt deiluskipulagi vegna Hólasandslínu 3. Þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Og það eru 11. Takk fyrir það.